Já, halló, velkomin í að horfa á þetta myndskeið sem fjallar grein sem á vefnum uppbygging.org og fjallar þróun nýrra hugmynda eða nýsköpun séð með líkingu við boðhlaup. Og hérna í þessu myndskeiði ætlum við að spjalla þennan boðskap sem þar settur fram, þar sem að greinin er svolítið löng og kannski dálítið tilraun fyrir suma. Það er skemmtilega að horfa á myndband og þá höfum við það hér. Það er spurningin hvernig kom þetta efni til. Þetta var í kjölfarið á hruninu sem var í munum haustið 2008 og vefurinn uppbygging.org var settur upp haustið 2011, þar sem við 3 árum eftir. En þróun þessari hugmynda má segja eða svona spekulasjónin á bakveða byrjaði árið 2009 og sérstaklega 2010. Og eftir hrunið var mjög mikil neikvæðni og við munum eftir þessu ástandi hérna. Það var ekki skemmtilegt. Ég var þarna meira Austurvelli eins og margir aðrir og þarnaðu. Þá fór ég að veltaði fyrir mér að þetta væri einu mikil neikvæðni og þó að það væri skiljanlegt að fólk væri reitt og þá þyrfti aðeins meiri framsækinn kraft. Ég var að velta fyrir mig hvort það var eitthvað að gera því og það rifjaðist upp fyrir mér hvað ég gerði fyrir 20 árum síðan. En þá var líka mikil neikvæðni í samfélaginu, að vísa ekki eins mikil og núna, en það var kreppa þá. Og ég fór að velta fyrir mér, það er ekki að gera eitthvað, það er ekki einhver að hugsa upp eitthvað nýtt. En það var bara enginn af því, fólk var bara að rífast og frasa. Og í framhaldi af deilum sem voru línulögn yfir svæði hjá Ódáðahrauni, þá kom fram ákveðin hugmynd, skaut upp hugmyndinni kollurum, að það væri sniðugt að friðlýsa það svæði og halda því til haga fyrir ferðaþjónustu og að með því mætti græða miklu meira heldur en menn ætluðu sér að spara með þessari línulögn. Úr því urðu heilmiklar pælingar sem enduðu á því, eða byrjuðu á því, byrjaði þar ákveðin ferill að ég þróaði hugmyndir tillögur að því að friðlýsa Vatnajökul og svæðið í kring. Í annarri grein hérna á vefnum uppbygging.org fjallað þetta og annars það líka og það er hægt að sjá hvernig það mál þróaðist. Upp úr þeirri reynslu þá fór ég að velta fyrir mig hvernig nýsköpun og hvað einkennir hana og með því að átta sig á því og skilja það betur þá gæti maður gert sig betri á þessu sviði, á því sviði sem maður hefði áhuga á að ná betri árangri á. Það var þannig á þessum tíma, kringum 2009-2010, að það var bara hreinlega eins og allt væri að fara mjög illa og allir voru margir voru óskaplega reiðir sem er skiljanlegt. En þú getur haldið á þeim stað og það í sjálfsög skiljanlegt og ég ætla ekki að gagnrýna það þegar fólk er að gagnrýna. En ef þú vilt fá jákvæða breytingar, þá verður þú að koma úr þeim fasa og koma í annan fasa sem snýst það að vera með skapandi hugsun og leita að raunverulegum lausnum sem raunverulega leiða eitthvað nýtt, jákvætt og verðmætt inn í myndina. Það má hugsa sér hvernig þetta var. Við þekkjum þessar myndir hér frá því seinni heimsstyrjöldinni. Og ef að þessar þjóðir gátu byggt sig upp úr þessu ástandi og náð mjög góðum bata og fyrst á áratugina eftir stríðið og ef að Bretar og Þjóðverjar gátu stofnað til vinasambands eftir þetta, þá geta Íslendingar líka byggt sig upp eftir bankahrunið. Manni fannst einhvern veginn sem að margir væri bara sannfærir að þetta væri bara algjörlega ómögulegt. Ef við spyrjum okkur ef menn vilja fá betri stöðu mála, hvað er þetta að gera? Í greininni á vefnum, við erum komin hérna á vefinn uppbygging.org, lítur svona út, forsíðan á honum. Þar er þessi hérna grein uppbygging sem fjallar þetta boðhlaup. Þar farið í gegnum nokkur atriði sem hægt er að gera ef menn vilja fá framfærir. Hvaða valkostur eru og þeir eru satt best að segja misgóðir, mögulegar grunnleiðir til að ná árangri. Það í stuttumáli að halda áfram með sama
formi, halda áfram að gagnrýna, halda áfram að ásaka og krefjast þess að einhver reddi þessu. Nú það þetta að treysta á heppni, að þetta reddast allt saman eða ekki. Ég reyndar ekki sannfærður að hlutir haldi áfram að reddast. Nú það þetta að fara í enn meiri hagræðing og niðurskurð til þess að reyna að spara pening og það er góð leið út af fyrir sig. Það þetta að treysta á að það kom eitthvað nýtt erlendisráð sem að muni bjarga okkur, og sem það eru Kínverjar eða Rússar eða með einhver ný tækni eða eitthvað slíkt. Og reyndar að koma ferðamenn erlendis, þeim stöðugt að fjölga sem koma hingað og það er alltaf að aukast tekjurnar af þeim. Það er í sjálfu sér gott mál. Nú það þetta að reyna að fá erlenda fjárfesta til að fjárfesta hérna. Það hefur verið talað það að fjármagnshöftin þau eru svo slæm vegna þess að þau gera okkur erfitt fyrir að fá erlenda fjárfesta hingað til þess að setja undir fyrirtæki eða verksmiðjur eða eitthvað slíkt. Þá spyr ég, hvað hefur verið mikið það að hingað koma erlendi fjárfesta? Nú það þetta að fá erlend lán, en býtum við eigum að auka ennþá meira á skuldirnar. Nú það heilmikið til að peningum innan þess. Er þetta að nota það eitthvað? Það er spurning. Og svo að loka leiðin sem að hérna verið að fókusera á. Hún svo einfaldlega einhenda sér í það að fara að leita af og þróa nýjungar, verðmæta nýjungar sem að skila einhverju, nýjum tekjum, nýjum störfum og gera manni betur kleift að koma sér út úr þessari vitleysu. Hver þá grunnurinn af öllum nýjungum? Það einn ákveðinn grunnur af öllum nýjungum. Það grunnurinn af öllu sem þú sérð. Ef þú horfir í kringu þig, prófaðu að horfa í kringu þig, sjáðu hvað þú sérð. Þú sérð væntanlega, þú sérð alltaf veggi líklegast og þeir eru væntanlega málaðir oftast. Og þú sérð glugga einhvers staðar og þeir eru með glerúð í, er það ekki? Þú sérð kannski hurð, þú sérð kannski sjónvarp, græjur, þú átt að sjálfsögðu að horfa á tölvuna því þú ert að horfa hérna á tölvuskjáinn. Allt þetta byrjaði upphaflega með hugmynd. Það var einhver staðar sem kom auga á einhver lítið tækifæri til að breyta og bæta einhverju og það urðu úr því sem kallast framfæri. Það var fyrst að fá hugmynd, svo er þetta framkvæmda. Þessi reynsla sem ég hef af því að þróa þessar tillögur að því að friðlýsa Vatnajökul og beinlega lýst hérna annars staðar, þær hafa gert það verkum að ég verið að velta fyrir mér viðbröðum sem ég fékk og hvernig þetta þróaðist allt saman og það komst ég að ákveðinni niðurstöðu það hvernig þetta gerist, hvað það sem einkennir. Þetta er brotið niður í ákveðna hluta, þetta ferli ekki bara eitthvað eitt skref, þetta eru nokkur skref og þessi skref eru býsna ólíkt inn á milli. Það getur alltaf gerst að einn einstaklingur sé að fá einhverja hugmynd og svo ákveðna framkvæmd og það gerist tiltölulega hratt og hann einn í þessu og sér þar af leiðandi alla hlutana sjálfur, en það eru samt svolítið ólík skrefin sem hann þarf að fara í gegnum. Jafnvel þó að þessi skref taki aðeins 1 mínútu hjá honum, vegna þess að allar nýjungar og allar ákvarðanir fari í gegnum þetta ferli. En svo getur líka verið að þetta sé stórir og stærri mál þar sem eru mismunandi einstaklingar sem koma á málum og mismunandi stigum, eins og til dæmis með Vatnajökul, nú er það Vatnajökuls þjóðgarði. Og þar geta verið mismunandi karakterar, þetta mismunandi verkefni sem verður að vinna og það geta verið mismunandi karakterar sem eru sterkastir í þessu. Það getur meira þess að vera að þeir þekki ekkert hvort annan. Það getur skeið að þeir hittist aldrei, eða valla, og gerir sér ekki alveg grein fyrir því. Það er mikilvæg punktur. Þeir gerir sér ekki grein fyrir því hvað einkennir það sem hinn er að gera. Hvernig þykir sinn fullt fagur og þeim þykir það sem þeir eru að fást við er alveg stórmerkilegt og það er það að sjálfsögðu. Og ég sá þetta fyrir mér að þar sem þetta byrjar á einum tilteknu tegund af athafnasemi og síðan færist málið yfir til næsta hluta þar sem aðeins öðruvísi athafnasemi er í gangi. Þaðan færist það áfram í þarnæsta hluta og þetta má sjá þetta fyrir sem svo boðhlaup þar sem það er verið að hlaupa með kefli. Og einn tekur við af öðrum. Og nú skulum við sjá þetta eru 4 hlutar eins og við vitum, boðhlaup í 4 hlutum, það eru 4 hlauparar og sá sem hleypur á stað fyrsta áfangan, það er nú talið mikilvægt í boðhlaupum, við erum að keppa á Ólympíuleikunum og gott þar, en svo afhendir hann keflið hlaupar nr. 2 og hann kemur svo ekkert nálægt því meira. Hlaupar nr. 2 hleypur, lætur 3 hafa það, hlaupar nr. 3 hleypur og lætur þann 4. hafa og svo 4. tekur svo þann endasprett. Hann fer með keflið yfir línuna og þar lendir vissanátt kannski mest athygli á honum.
Fyrsti hluti af boðhlaupsins gengur út á það að það kemur hugdetta í kollinn á einhverjum. Honum dettur eitthvað í hug, þetta getur verið bara tilfinning, þetta getur verið nokkuð skýr hugmynd, þetta getur verið hugboð, en viðkomandi fer einhvern tímann að skoða þetta mál aðeins betur. Þegar velta fyrir sér, hvað er þarna, er þetta að gera þetta, og hann fer að finna sér upplýsingarna, fer að skoða, hann fer að móta röksemdir í kollinum eða þá með því að setja hann í blað. Hvers vegna og hvernig sé hægt að gera þessa nýjung eða þetta nýja fyrirbæri og hvers vegna það væri gott eða æskilegt. Hann setur fram tillögur fyrir að kynna hana einhvers staðar með að tala einhvern kunningja sinni, með að tala við stjórnmálamenn, með að tala við embættismenn eða fara í fjölmiðla eða hvað það nú er. Þá færist hugmyndin, ef hún er nægilega góð, yfir á annan áfanga. Þar eru staddir aðilar sem að taka við hugmyndinni og þeir skoða hana og velta löngum yfir henni. Væri þetta sniðugt? Og þeirra svar þeir geta svara á 3 vegu. Þeir geta svara já, þetta er sniðugt, við skulum ákveða að gera þetta. Eða nei, þetta gengur ekki alveg upp, eða þetta er alveg arfavitlaust og við höfnum þessu og þetta verður ekki framkvæmt. Eða að kannski er þetta að senda hugmyndinni tilbaka eða það þarf að skoða hana betur. Við erum ekki búin að ákveða þetta alveg, við erum að athuga betur hvort þetta sé á sniðugt. Og kannski dagar það uppi eða það heldur áfram og næst því að fá já-svar og ákveðið. Nú þá færist hugmyndin og þá ef hún er ákveðin, þá búið að ákveða framkvæmana. Það er alveg pottþétt. En það er ekki ennþá kannski algjörlega víst hvernig þetta verður framkvæmt, hvernig verður þetta verið skipulagt. Eins og til dæmis með Vatnajökulsþjóðgarð. Það var ákveðið á Alþingi og svo var það ákveðið hjá ríkisstjórninni í september árið 2000. En það var ekkert algjörlega víst hvernig þessi þjóðgarður kemur til með þetta út, hvað mörkin eru dregin, hvernig hann eru rekin, hvernig hann eru stjórnað og svo framvegis. Það var ekkert orðið seint. Þriðji áfangi, hann gengur einfaldlega út á það ákveða þetta. Hvernig á að framkvæma þetta? Hvernig á að skipuleggja þetta? Hvernig á að stjórna þessu? Það á að eyða miklum peningum í þetta og svo framvegis. Og þegar sú niðurstaða er komin úr vinnu þriðji áfanga, þá fer þetta yfir í 4. áfanga og hann er einfaldlega það að framkvæma málið. Nú er þetta gert að raunverulegri nýjung, þetta er orðið að veruleika. Halló, er þetta eitthvað flókið? Nei, þetta er ekki flókið. Þetta ekki getur verið flókið, en þessi grunnhugsun er ekkert sérstaklega flókin. Að sjá hana svona getur hjálpað manni aðeins við að átta sig á því hvers konar athafnasemi er í hverjum einum hluta og hvers konar karaktereinkenni eru sterkust til þess að ná árangri. Og þessu er nánar lýst hér á vefnum uppbygging.org í þessari grein sem við erum að skoða hérna. Hér er boðhlaupinu lýst, fyrsti áfangi. Og hér er verið að lýsa ég sem þetta á það, hérna má þá lesa þetta betur, því ég er ekki að lesa þetta bara, ég er ekki að lesa textan upp þetta. Hér er sem sagt lýst eins og sá sem er í fyrsta áfanganum, hann er svona, það er oft svona skapandi einstaklingar sem eru svona dálítið virðastlausir í rásinni en hafa sem sagt hæfileikann til þess að tengja saman ólíka hluti og átt að sjá því að já, hérna það er að gera svona sko. Hlutur í gangi að það er að sjá hlutina frá öðrum sjónarhornum. Það er það sem er í gangi hjá þeim sem eru að sinna fyrsta hluta boðhlaupsins. Þessir aðilar hér eru kannski oft á tíðum ekki neitt sérstaklega virðulegir. Þeir eru ekki endilega valdamiklir. Að setja fram hugmynd felur í sér áhættu því að hugmyndin getur verið hafnað þeir eru að fífli. Þannig að þessi virðulegu og valdamiklu aðilar þeir oft á tíðum halda sig í burtu frá því. En þeir eru hins vegar oft á tíðum í öðrum hluta. Þeir hafa yfirsýnina. Þeir geta séð kannski eitthvað sem að sá sem er í fyrsta hluta sér ekki. Þeir þekkja miklu meira á fólki. Þeir vita hver er sterkur í þetta og hver er sterkur í þetta og geta kannski púsla saman hóp, eða vinnuhóp og þeir sjá að þessi vinnuhópur geti gert eitthvað sniðugt úr þessari sterku hugmynd. Og þriðji áfanginn og það eru svona svona sérfræðingar sem hafa svona sérfræði kunnáttu á, til dæmis í sambandi við Vatnajökulsþjóðgarð, sérfræði kunnáttu í landafræði og í því hvernig á að stjórna og stýra þjóðgarði og sá sem að kom fram í fyrstu hugmyndina því að friðlýsa Vatnajökul, hann var meira að spá í strategi og markaðsmálum og hann hafði ekkert vita á þessu, hann vissi ekkert hvernig á að stjórna þjóðgarði og hann þurfti heldur ekki að kunna það. Hann þurfti eins og að koma grunnídöðunni á framfæri og útskýra af hverju hún væri eftirsóknarverð. Nú fjórði, þar eru svona traustir aðilar sem eru góðir í því að reka hluti og passa upp á þetta allt saman, passi rétt saman og sé allt saman rétt gert. Það má taka svolítið fram stjórnmálamenn.
að þeir eru staðsettir í öðrum hluta. Það eru gerðar rosalega mikla kröfur til stjórnmálamanna og sjálfsögðu er rétt að gera kröfur. En það spurning, það er ekki bara rétt að gera kröfur, það er rétt að gera réttar kröfur. Stjórnmálastarfið felur ekki í sér að búa til nýjar hugmyndir. Nú svo reyndar oft kreatífir og klárir einstaklingar í starfi stjórnmálamanna og þeir koma stundum með nýjar hugmyndir. En á þeim tímapunkti sem þeir eru að þróa nýja hugmyndir, velta vöngum yfir henni, horfa hingað og þangað og skoða gögn og svona. Á þeim tímapunkti eru þeir ekki að sinna starfi stjórnmálamannsins. Þeir eru að sinna starfi þess sem er í fyrsta hluta prófílsins. Stjórnmálamaðurinn hefur hins vegar það hlutverk að skoða hluti og yfirvega hann hátt og bera saman við aðra hluta samfélagsins eða hvaða umhverfið það sem er. Stjórnandi í fyrirtæki sem að fær nýja og geggjaða hugmynd frá rannsókn og þróunardeildinni. Hann veit ýmislegt fleira til dæmis framleiðslu og fjármál og markaðinn og svona og hann getur hann hefur það hlutverk að vera þessi yfirvegaði aðilinn sem skoðar og tekur ákvörðunina á að gera þetta, já, eða á ekki að gera þetta, nei. Það sem við lærum á þessu er það að það er rétt að gera kröfur á stjórnmálamennum að þessi komið með nýja hluti í atvinnulífinu og nýja störf og allt þetta. En það ferli getur ekki byrjað í öðrum hluta, það ferli byrjar alltaf í fyrsta hluta. Svoleiðis að ef fólk er að gera þessar gríðarlegu kröfur á stjórnmálamenn, þá er kannski betra að fatta þetta og að fólk fari að gera þetta kröfur á sjálft sig og segi við sjálft sig, eins og ég sagði á sínum tíma, ef ég vil sjá framfarir, er það ekki málið að ég setjist niður og byrja á því að reyna að fá einhverjum niður hugmynd. Svo vil að stjórnmálamennin tekið við þessu og skoða og tekið ákvörðun. Þannig að verðmætasköpunin, hún byrjar í fyrsta hluta, hún byrjar ekki í hluta 2 og hefur aldrei gert. Nú hver er staðan á Íslandi varðandi þetta, hugsa upp nýjungar og slíkt. Íslendingar eru nýjungagjörð þjóð, segjum við. Það er rétt. Íslendingar eru snöggir að taka upp nýjungar sem koma erlendis frá. En hvernig hefur staðan verið, ekki bara í dag, hún er reyndar að breytast á síðustu árum, hvernig hefur hún verið svona hjá þjóðarsálinni í gegnum aldirnar? Hvernig er staðan varðandi þetta ferli að 1 fá hugmynd, 2 skoða ákveða, 3 skipuleggja, 4 framkvæma? Þetta er hluti af ástæðunni fyrir því að ég er að setja fram þessa pælingu til að útskýra hvar mér finnst þjóðin hafa staðið raunverulega og hvert hún þyrfti örlítið að færa sig hún vill ná betri árangri. Málið er það kemur mikið af því sem er hér á Íslandi og okkar líf hérna byggist á, er raunverulega komið erlendis frá og hefur þar leðandi ekki verið hugsað upp hér frá grunnhugmyndinni og Íslendingar hafa þar leðandi gegnum aldirnar áratugina ekki fengið reynsluna af því að taka hráa grunnhugmynd og fara með það í gegnum alla þessa vinnu sem þarf að fara í gegnum í hluta 1, að skoða og rannsaka og skoða gögn og þróa röksemdir og sýna fram á í hugmyndaformi hvernig þetta getur gengið upp og hvers vegna. Nú kann vera að einhvern móðgist við þetta, en ég er bara algjörlega viss um þetta. Horfðu kringu þig, sjáðu allar þessar tækninýjungar, sjáðu allt sem þú sér, spurðu þig hvað af þessu var raunverulega þróað á Íslandi í grunninn. Glerið í glerrúðunum, sjónvarpið, tölvan, málningin á veggjunum, gólfefnið, þetta var allt saman fundið upp erlendis og mikið af þessu er framleitt erlendis. Og þetta hefur áhrif á það hvað Íslendingar hafa reynslu af. Þetta er eins og með mig. Ég veit alveg hvernig bandarískur fótbolti lítur út. Ég veit hvernig hann lítur út, hann er svona bjúlaga og ég veit hvernig þessi gaurar líta út. Þeir eru með stóra herðapúða á bólnum og þeir eru með svona hjálm og grind framan á og svo stilla sér og svo kastar eitt boltanum og svo annars sem sparkar og það er einhver mörk þarna og svo einhver leikskipulag og einhver þjálfarinn og einhver hátavarn og öskar eitthvað. Ég veit ekkert út á hvað þetta gengur. Ég þekki ekki reglurnar í ameríska fótbolta. Ég hef enga reynslu á honum, hvorki sem taka þátt í honum, ég sem áhorfandi. Og einhver spyrir mig, veistu hvað á ameríska fótbolta? Já, sjálfsög, NFL. En svo er það að spyrja mig aðeins nánar. Nei, ég veit það. Ég kann ekki reglurnar í þessu, ég bara kann ekki einhvern veginn. Þannig að þetta er málið. Ef þú áttar á þessu, þá sérðu að það að skoða þetta ferli og skoða fyrsta hlutan, áttaðu á því
að verðmætasköpunin byrjar ekki í öðrum hluta hjá stjórnmálamönnum sem stöðugt gagnrýndir fyrir að koma ekki með nógu mikið. Hvað gerist þegar stjórnmálamenn eru gagnrýndir fyrir að koma ekki með nógu mikið af nýjum hugmyndum? Jú, þeir koma alltaf með sömu hugmyndina aftur og aftur. Þetta er alltaf sömu hugmyndina aftur og aftur sem maður að sjá. Ég ætla ekki að fara að nefna þær, ég vil ekki móðga neitt, en þetta er bara málið. Maður sér að þarna áttaði með þessu. Hei, af hverju vera svona ósanngjarnt gagnvart blessuðum stjórnmálamönnum sem reyna sitt besta, þeir eru náttúrulega mistækir reyndar, þeir eru misjafnir eins og þetta flest. En í grundvallaratriðum verðmætasköpun byrjar á fyrsta skrefinu. Ef þú ætlar að fara að labba eitthvað og verður að byrja á fyrsta skrefinu. Þannig að kannski er oft staðan þessi, til dæmis lög sem samþykktar á Alþingi eru oft á tíðum tekin inn beint frá Evrópusambandinu, þau eru ekki einhverlega rætt, eða lög sem samin eru hér. Þá heyrir maður stundum lög þessi byggja á skandinavískri dómahefð. Já, ok, það er bara verið að þýða lögin frá Skandinavíu. Vegna þess að grunnhugsunin, grunnvandamála lausnin sem að þessi lög eiga að taka á og leysa, það er ekki unnið og hugsað upp hér. Ýmsar nýjungar, tísku nýjungar, tækni nýjungar, þetta kemur bara hingað, svo bara þurfum að nota þetta. Við vorum ekki viðstödd þegar þetta var þróað eftir að fyrsta hugmyndir koma að þessu. Þegar maður átt að sjá þessu og maður er ekkert að gagnrýna Íslendinga fyrir þetta, þetta er einkenni, þá sér maður hvað það getur verið hjálplegt að skilja aðeins betur, sérstaklega fyrsta skrefið í þessu boðhlaupi. Nú, það er eitt sem er rétt að segja varðandi það að þróun á nýjungum og hugmyndum eigi sér ekki djúpar rætur í þjóðarsálinni. Að ég vil ekki móðga neitt, því að nú upp á síðkastið þá hefur mjög mikið verið að gerast og sífellt meira í nýsköpun hér á Íslandi. Mikið ungu fólk er að hugsa upp nýjungar og prófa vörur og stofna fyrirtæki. Þetta er enda miklu meira heldur en var þegar ég var að þróa þessar hugmyndir. Þetta er allt mjög gott mál. En þessi hópur sem er að vinna í þessu, hann er kannski, ég vil segja 0,5 til 1% á þjóðinni. Ég held að það sé kannski það mikið. Þetta er mikil gróska, en restin af þjóðinni er ekki komin mjög djúpt í þessa hugsun og hefur ekki innbyggðar minningar eða reynslu af þessu. Það er mikil gróska í þessu hjá öllu þessu fólki, en engu að síður það er erfitt að fá peninga. Þrátt fyrir að það sé mikil þörf fyrir ný fyrirtæki og ný störf og arðbæra starfsemi og hagnað til þess að koma þjóðinni út úr þessu, þá er engu að síður þrátt fyrir mikinn og einlægan vilja til þess að gera góða hluti, þá er erfitt að fá peninga. Þegar nú ætla menn að vera svo skynsamir. Þeir ætla ekki að taka neina áhættu eins og var gert á útrásartímanum og nú að bara fjárfesta í öruggum verkefnum. Þrátt fyrir það að það séu heilu fjöllin af peningum sem eru inni í bankakerfinu meðal annars sem þarf að koma í vinnu sem kallað er. En málið er það að með núverandi ástand að þá er meiri áhætta að fjárfesta ekki í þessum hugmyndum heldur en það er áhættan af því að leggja pening í þær. Það er vitað að þegar lagður er peningur í nýsköpunarfyrirtæki að þá mun stór hlut þeirra eða stærstur hlut þeirra mun ekki ganga upp. En vonin er svo að fáeinar hugmyndir geti orðið að einhverju. Segjum til dæmis nýtt Marel, nýr Össur eða nýtt CCP. En það virðist sem að mjög margar dyr séu lokað varðandi það að fá pening í það sem þetta unga fólk hefur áhuga að gera í því að skapa verðmæti. Nú, þannig að spurningin þessi, ef að menn ætla síðan á toppárangri, þá er það drauma niðurstaðan að það hefur náð toppárangri í fyrsta, öðrum, þriðja og fjórða hluta. Og hverjar eru þá réttu áherslurnar á hverju sviði fyrir sig? Hvað skal leggja áherslu á í vinnubröðum segir hér í greininni á vefnum uppbygging.org. Hérna er farið í hvað sá sem ætlar sér að brillera náðu góðum árangri í fyrsta áfangaborðinu, þannig að það bara finna einhverja nýja hugmyndir. Hvaða áherslupunktar, hvað gæti hann skoðað hérna til þess að hann nái betri árangri? Og það er hérna staðreyndir, þú verður að halda þig við það sem er sagt og rétt. Þú getur ekki búið til raunverulega lausn sem virkar í raunverulega heimi ef þú ætlar að hlaupa á eftir einhverjum blekkingum, þú verður að níða algjörlega í það sem er sagt þig. Og þetta hafa heilbrigða og jarðbundna skynsemi. Nú, það er betra að reyna að setja hugmyndina þannig fram að þú lendir ekki í árekstri við fólk. Ef þú getur, reyndu að setja þetta fram þannig að
að allir græði á, og það var einmitt það sem gert var varðandi vatnajökulsþjóðgarð, hugmyndirnar á sínum tíma sem ég var að þróa, að það var gengið skipulega í það að finna út hverjir allir mögulegi hagsmunaaðilar eru sem getur tengst þessu máli, og svo var hver og einn tekinn fyrir bara skref fyrir skref og sýnt fram á af hverju þessi hugmynd var algjörlega frábær fyrir viðkomandi hóp. Það vildi svo til að það voru engar deilur þessar hugmyndir. Nú, svo er líka að vera með sveigjanleika sem tengist í að vera jarðbundinn og átt að sjá því að það fyrir ekki endilega að býta sér fastan einhverja. Og þetta er mikil vinna. Þú þarft að skoða, ná í upplýsingar og það er best fyrir þann sem hefur áhuga, sem einhverjir hafa, en ekki allir, að lesa þetta bara, það var þolinmæði. Svo þú gerir grein fyrir því að það er ekki alltaf sem að allir taka þessu alveg sem brilljant frábæru máli strax í upphafi. Ekki að taka hlutunum á persónulega. Þú getur verið tilbúin til að leggja hugmyndir hliðar og kannski kemur það henni aftur. Ég er persónulega með hugmyndir sem ég leggja hliðar og kannski kemur það henni aftur. Kurteisi, varkár, gerðu grein fyrir hverju vettvangurinn er, hverjir hagsmunirnir eru, því að þú getur lent í vanda, getur lent í vesinni, getur lent í mjög miklu vesinni, það þótt að vera mjög varkár. Ef að hugmyndin er að gera eitthvað svona. Undu það að fólk verður ekki alltaf þakklátt. Það er bara þannig. Það er ekki allir með englavengi. Ef allir væri með englavengi þá væri ekki munur á fólki, þá væri fólk ekki að tala englavengi. Nú þeir sem eru í öðrum áfanga bárhlaupsins, þeir fá sem er sína leiðbeiningar hér. Líka þeir sem eru í þriðja og fjórða og jafnframt fólk sem stendur utan við. Málið er að fólk sem stendur utan við veit ekki alveg nógu mikið. Þannig að það er oft fullt af sleggjudómum og hordómum og þessum allt svona alveg alómulegt og vitlaust. Og þetta fólk sem er ekki beinlínis þátttakandi í þessu ferli, það mætti geta kynna sér aðeins málið betur. Jafnframt mætti þá þeir sem eru að vinna í málinu, þeir mættu kynna staðreyndir málsins og ekki að fara með upplýsingarnar eins og einhver hernaðarleyndarmál. Hér er aftur fleiri atriði sem þeir sem eru í öðrum, þriðja og fjórða hluta málsins mega hafa í huga. Það er umburðarleynd og sveigjanleiki. Smá þakklæti má gjarnan sýna. Segja svona að sýna svona manni finnist þetta gott mál að það sé verið að þróa einhverja svona nýjungar, einhver sé að setja tíma í að koma einhverju fram, þannig að hann er oft og tíma skyldur til þess, sérstaklega ef hann gerir það af eigin hvötum og í einhvers konar sjálfboðinu. Og ég ætla ekki að fara að lesa þetta neitt nánar. Ég hvet fólk til þess að skoða þetta ef að ég stendur þetta ekki fullkomin upptalning. Nú, bakgrunnur þessa bárhlaupsmódels, ég er nú aðeins búinn að lýsa því, það er þessi þróun á hugmyndum, tillögum að friðlýsa Vatnajökul og þær hugmyndir voru þróaðar í markaðs- og atvinnusköpunar tilgangi. Það var í fyrsta sinn væntanlega sem að setta voru fram friðlýsingarhugmyndir á Íslandi sem voru eingöngu þann tilgang að vera business-leikjandi. Þetta voru ekki hefðbundnar náttúruverndarhugmyndir og þannig að það var óvenjulegt. En hérna sjáum við hvernig þetta voru þrjár tillögur sem voru settar fram, það voru þetta svona mismunandi, misstórar og svona pælingar hefðu aldrei sést á Íslandi áður, skilst mér. Nú spurningin er svo, þessi nálgun sem hér er kynnt með að spekulera svona í einhverju boðhlaupi og slíku, hentar þetta öllum? Svarið er nei, en hún hentar þeim sem hún hentar. Þetta er eins og með íþróttir og tónlist, afsakið þetta er smá vaxningavetur með því, íþróttir, Við segjum til dæmis að sumir vilja vera í boccia, aðrir vilja vera í köfun, einhverjir vilja vera í víðavangshlaupi og einhverjir vilja vera í fótbolta eða handbolta. Og einhverju vil ekki verið neina af þessu, þeir vilja bara horfa á það. Tónlist, sumir hlusta á þungarokk, aðrir hlusta á symfóní. Þetta er nú málið að þetta hentar sumum held ég og málið er að
ég er bara að vona að þetta verður bara hérna á efnum áfram og hugsanlega er að einhver detti inn á þetta og sjáu þetta efni og þetta geti þá hentað viðkomandi til þess að aðeins að skerpa eitthvað á hlutunum til þess að ná betri árangri. En málið er það að það var ýmislegt sem fór úrskeiðis á fyrsta áratug þessara aldar, ég getum ekki neita því og sumir halda því fram að þeir hafi ekki gert nokkuð einustu mistök, Íslendingar hafi ekki gert neitt rangt, þetta sé allt saman útlendingum að kenna og slæmri þróun erlendis. Ég tel persónulega að það séu hlutir sem Íslendingar hafi ekki gert nógu vel og þeir þurftu þar að leiðandi að horfa í eigin barm og spurja sjálfa sig í fullri einlægni og milli þess sem þeir eru að gagnrýna aðra og kasta ásökunum á aðra. Er eitthvað sem ég get gert betur? Get ég styrkt mína nálgun, mína framkomu og þar að leiðandi gæti viðkomandi kannski auki líkurnar á því að betur muni ganga. Nú hérna erum við síðan loka orðin að ég spyr hvort að þið viljið koma þessu áfram til annarra ef þið vitið einhverja sem hafa áhuga á svona pælingum annarkot að horfa þetta myndband hérna eða lesa þessa grein og jafnvel að lesa eitthvað fleira. Ég var að tala hérna það sem að fjallar þjóðgarðinn. Hér er þessi grein sem að fjallar þróunina á hugmyndunum sem að ég tel að hafi næstu því örugglega verið grunnurinn að megin grunnurinn eða sjálfur megin grunnurinn að Vatnajökulsþjóðgarði af þeirri einföldu ástæðu. Það hafði enginn annar sett svona hugmyndir fram áður og það var enginn annar að setja neina hugmyndir fram yfir höfuð. Og hérna í sem sagt útbrentari útgáfu er þessi skýrsla hér 100 blaðsíður og þetta 100 blaðsíður til að koma þessu saman. Sverrir.info er hins vegar með sjálfum hugmyndunum sem voru settar fram. Það voru blaðagreinar, verðlauna, tillögur og ýmislegt og auka svona pappírar. Og fyrst við erum hérna, þá skulum við skoða þennan við hér sem ég setti upp. Þetta er svokallað social network svipað á Facebook. Þar sem fólk getur loggað sig inn, búið sér til svæði, sett inn myndir og myndskeið og frásagnir frá sinni skemmtilegu heimsókn í þjóðgarðinn sem við sjáum hér. Hér eru þessi myndir, hér eru myndskeið, hér eru þessir félagar sem komin eru inn á þennan vef. Takk fyrir. Sverrir Sveinn Sigurðsson heiti ég, við fikkum það einhver tíma. Og þetta er gert á vegum grípandi myndskeið á veginn. Og ég vona bara að þetta hafi líka vel og þakka þér fyrir.